Það er mikilvægt að koma sér upp góðri tímastjórnun í námi og dagatalið og verkefnalistarnir í Canvas eru ein leið til þess. Og í þessu myndbandi ætla ég að fara aðeins með þér í gegnum hvernig þú getur skipulagt vikuna þína með Canvas. Þú byrjar á því að skrá þig inn á Canvas, getur farið í gegnum ms.is, smellt á flýtinappinn. Núna sjáum við sem sagt skjáborðið, þar sem að þú sér yfirleitt yfir þá áfanga sem þú ert skráð í, eða skráður í. Hérna sem sagt vinstra megin er svona flýtistika og hérna hægra megin geturðu séð hvað þú átt að gera sem sagt í næstunni verkefni og annað, endurgjöf frá kennara og getur smellt á að skoða einkunnir líka og dagatalið. Hérna vinstra megin er sem sagt flýtistikan og þið getið smellt á námskeið hérna og fengið yfirlit yfir námskeiðin sem þið eruð í og skoða þau dýpra. Getið sent kennaranum ykkar póst í gegnum innhólf og þarna er sem sagt mál málanna dagatalið. Það er mjög mikilvægt að haka við áfangana hérna hægra megin undir dagatöl sem þið viljið að birtist inn á dagatalinu ykkar. Það er líka hægt að setja mismunandi liti á áfangana til að greina betur á milli sem sagt í hverju verkefnin á listanum eru. Veljum hérna bara svolítið afgerandi liti svo að sé greinilegt hérna munurinn á áfangunum. Þarna er lesblindu áfangi líka. Setjum hann bara brúngulan einhvern veginn. Ok, og þarna sjáum þið sem sagt verkefnin sem að birtast á svona lista. Það er sem sé líka hægt að breyta útlitinu, þannig mánaðarútlit. Svo er líka hægt að skipta yfir vikuútlit, það þarf reyndar að passa svolítið vel að hérna, ef að kennararnir ykkar nota mikið dagatalið sem við náttúrulega hérna, flestir kennarar gera, að verkefnaskilin þau detta oftast inn fyrir miðnætti þannig að maður þarf að skrolla svolítið niður. Já, hérna er sem sagt mánaðarútlitið og ég ætla svona að sýna ykkur aðeins hvernig maður getur sett inn eigin viðburði eða verkefni til þess að skipuleggja svolítið vikuna sína. Hérna setjum við bara inn að ýta á plúsinn eða smetla á daginn. Setjum hérna bara að lesa kafla 1 í eðlisfræði. Við reynum að brjóta verkefni niður og setja þau á einhverja tíma inn í stundatöflun okkar þegar við erum í verkefnatíma til dæmis. Skila, þá dettur þetta þarna inn að ég ætla klukkan 9 18. að lesa þennan kafla, setjum inn meira bara klára valverkefni í lesblindu áfanga. Setjum bara inn, segjum að við séum í verkefnatíma 11:15 í Dyrfjöllum, skila og þá hérna erum við búin að gera ráð fyrir því að taka frá tíma til að vinna lesblinduverkefni svo við getum skilað því fyrir miðnætti. Setjum bara þarna skrifa efnisgrein 1-2 í ritgerð. Bara búa til einhver verkefni svo þið sjáðu hvernig það virkar. Þannig að svona getur maður í rauninni skipulagt vikuna sína. Þarna sem sagt sá ég að var merkt bleikt að maður ætti að skila einhverjum dæmum í eðlisfræði þannig að ég passa að setja blokka tíma í vikunni svo að ég ná að skila því á réttum tíma. Ef við skiptum hérna yfir í dagskrána, dagskrárlúkkið og vikulúkkið og sjáum við hvernig þetta hérna raðast upp svona í stundatöflun okkar fyrir daginn. Hvenær við ætlum að gera hvað í rauninni. Og svo getur maður líka sem sagt sett inn eitthvað sem þið eru að gera eftir skóla, eins og ef þið eru að vinna alltaf á 50 frá 5 til 10, að þá getið þið látið það birtast vikulega alltaf á 50. Það er ýmislegt hægt að gera þarna sko. Við mælum auðvitað eindregið með að þið sækið líka öll appið, Canvas appið. Skulum opna það og sjá hvernig það lítur út þar. Hérna er sem sagt skjáborðið og þarna sjáið þið áfangan ykkar og svo getið þið smellt á dagatal og ef þið hérna svæpið aðeins á milli þá sjáið þið eftir dögum hvað þið eigið að gera og allt sem að þið eru búin að setja inn og við prófuðum að skrá inn í vefútlitinu. Ef þið ætlið að sjá það sem er inn á verkefnalistanum ykkar þá verðið að passa að ýta þarna á filterinn og velja hvernig þið viljið hafa þetta. Fyrir suma er gott að sjá bara
kannski 2, 3 daga í einu, aðrir vilja hafa alla vikuna, jafnvel næstu viku líka, þannig að það er mikilvægt að þið stillið þetta bara eftir því sem að hentar ykkur. Þannig að svona getur þetta litið út og það er hægt að smella þarna við líka þegar þið eru búin með verkefni og líka bara þegar þið eru búin að gera það sem að þið ætluðu ykkur að gera í dag. Þannig að já, svona virkar Canvas sem skipulagstól líka. Svo bara ekki hika við að leita til náms- og starfsráðgjafa ef ykkur vantar aðstoð við vinnulag og tímastjórnun. Gangi ykkur vel.